Hvernig virkar slitasamningur? Það í raun og veru engin ein tegund af slitasamningi sem að hægt að koma með uppskrift af eða svokallaður útgöngusamningur. Þetta bara lykilatriði að setja niður forsendur hvernig þið ætla að ganga út úr kaupunum, sem sagt ef að tengdir aðilar eða ótengdir aðilar, aðrir pör að kaupa saman, svo sem systkini, vinir, foreldrar og börn. Ef að foreldrarnir eru tilbúin að fjárfesta með börnunum í óskilgreindan tíma, þá skiptir engu máli. En segjum að bræður sé að kaupa saman. Þá þarf svolítið að setja upp hvað ætlum við að eiga eignina að lágmarki lengi. Hvað gerum við ef annar vill flytja til útlanda, annar fyrir nýtt samband og vill kaupa fasteign með nýja makanum? Hvað ef annar missir vinnuna og hættir að borga íbúðinni? Hvað ætlum við að gera? Þannig að með því að setja upp forsenduna fyrirfram, þá miklu auðveldara að ganga hreint til verks. Og það líka hvað ef A vill kaupa B út, á hvaða verði á að kaupa á bara markaðsvirði eða einhver X hækkun á ári sem á sér stað. Auðvitað getur leitað lögfræðings til að fara og keyra einhverja sölu í gegn. En það rosalega dýrt úrræði og skilar ekki gleði inn í fjölskylduna til framtíðar. Þannig ég myndi ráðleggja fólki frekar að setjast niður, skrifa skilmálana, jafnvel ráða sér lögfræðiráðgjöf til að búa til skotheldarsamning og geta svo keypt í ró og næði í staðinn fyrir að taka sénsinn á leiðindum eftir á.